Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkur frétta. Gestur okkar að þessu sinni Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ. Síðastliðin 3 kjörtímabil, bráðum 12 ár. Kjartan, hvernig er tilfinningin að vera hætt að þú ert búin að gefa það út? Hvernig er tilfinningin? Það eru blendnar tilfinningar. Ég finn það núna þegar líður að þessu að ég láta á störfum, að þá er ég stundum mjög feginn. Þetta er búið að vera krefjandi verkefni í 12 ár bráðum, en svo er líka söknuður og þetta er búið að miklu ofta skemmtilegt heldur en ekki og búin að vinna með mörgu góðu fólki bæði í bæjarstjórnum og starfsmönnum sveitarfélagsins og eiga góð og skemmtileg samskipti við fyrirtæki og atvinnurekendur og íbúa og allt þetta. Þannig að það er fullt af góðu þarna. Þannig að það er söknuður. Ég er líka, skal vera alveg hreinskilinn með það, þetta er bara komið gott. Eitt af því sem að bæjarstjórar lifa við er að þeir eru ekki með mikið starfsöryggi. Hvernig hefur þér liðið, þegar þú ert ráðinn 2014 haustið og hvernig leið þér síðan í næstu kosningu þar, eða rétt fyrir kosningarna þar og eftir og síðan næsta kjörtímabil þar? Hvernig er... Það var ekkert sem truflaði mig í því. Nei. Og var hræddur að missa jobbið? Nei, ég var alveg sannfærður að ég fengi þá eitthvað annað starf að gera. Og þannig að ég var alltaf alveg rólegur yfir því. En ég er fyrst og fremst bara þakklátur fyrir að hafa fengið að vera í þessu starfi í 12 ár. En hvað er þá svona efst í huga? Svona ef þú fer bara yfir þessu stórt yfir 12 ár? Hvað hefur langan tíma? Ég var að segja í stuttumáli? Já, sko, það sem er kannski efst í huga er fyrsta tímabilið þegar við vorum að endursemja við kröfuhafana og svona koma fjármálunum í lag. Já, en það er ekki rétt hjá mér að segja að það sé efst í huga, en það er svona ef ég tek tímalínuna í þessu, þá var það var það verkefni sem var mjög krefjandi og erfitt á margan hátt, líka því að kröfuhafarnir sem voru lífeyrissjóðir og bankar, þeir eru aldrei lent í þessu áður að sveitafélag gæti ekki borgað og þyrfti að endursemja. Og það var mikill skóli og reynsla að fara í gegnum. Síðan er íbúafjölgunin sem hefur verið gríðarlega á þessum tíma, alveg 64%, sko. Það er ekkert sveitafélag, það er ekkert sveitafélag á Íslandi eða þessari stærð sem hefur mátt búa við svona mikla fjölgun og það er vegna þess að áhrif af fjölgunni er svo mikil. Það þarf að byggja, við erum búin að byggja 4 leikskóla eða 1 gamlan endurbyggðan og 1 grunnskóla og þessi innviðuppbygging sem að svona mikil íbúafjölgun kallar á hefur verið krefjandi og stendur upp úr á mörgu leyti. Síðan er það náttúrulega þessi atburður í Grindavík og COVID og ég fékk það óvænt ég var ekki viðbúinn því en að vera formaður almannavarnanefndar og það hefur tekið drjúgan tíma sinna því, ýmsum hætti og svo bara allt þetta góða fólk sem ég hef hitt á þessari leið og unni með líka, bæði í bæjarstjórnum og í starfsliði sveitarfélagsins. Ég ætlaði einmitt að spyrja hvað þetta hefur náttúrulega ekki alltaf verið dans á rósum þó titillinn sé fallegur þannig að þegar ég spyrði hvað hefur verið erfiðast ertu þá að tala viðræðuna við kröfuhafana? Nei, það var ekki erfiðast. Það sem var erfiðast var það er aðgerðir sem við þurftum að grípa til þegar við þurftum að fara að draga saman sveglin og svona trimma reksturinn niður að segja upp kjörum margra starfsmanna, svona viðbótar kjörum sem voru með bílastyrkir og föst yfirvinna og þetta. Og það er í eðli sínu uppsögn, sko, þegar þú segir upp svona vegamöklum hluta af kjörum fólks. Það tók á og
það voru alls ekkit allir sem sættu sig við það og hættu bara. Ég ætlaði að spyrja, það var einhver orðið fúlir. Já, fjölmargir og en þetta var óhjákvæmilegt því að launaliðurinn það stór hluti af rekstri sveitarfélags að við urðum að koma böndum á hann. Svona gegnum tíðina í þessu starfi eru bæjarbúar mikið að hafa samband við þið, taka þið tali hér og þar eða þetta stöðugt áreiti? Hvergi pása? Stuttasvarið nei, það að segja að það hvergi pása. Lengra svarið að ég var undirbúin undir það. Ég vissi að mig grunnaði að þetta yrði svona og það hefði bara verið allt í fína. Það skiptir engu máli hvort að ég í Nettó að versla eða á Kallakónstólingum í gærkvöldi eða eitthvað skilur, ég alltaf að hitta fólk og hef alltaf verið mjög virkur í því að mæta hinga og þanga og taka þátt í samfélaginu og þegar ég er með þennan hatt þá hefur fólk gjarnan gripið tækifærið og hvíslað mér einhverju eða spurt eitthvað og svona og það bara allt í fína. Ég bara hef alveg haft gaman að því líka. Þú náttúrulega með mætingu í viðbörðum körfubolta, fótboltaleikjum og íþróttaleikjum og menningarviðburðum. Já, og það ekki leikrit, sko. Það bara því ég hef haft gaman að þessu, skilur. Já. Og slær 2 flugur í einu höggi náttúrulega. Já, og bara æðislegt og mæst á tónleika og var í Kallakór Keflavíkur í síðustu viku og seinni hluta Víkinga tónleikana í gær og því komst ekki fyrr og já, þetta bara hlutaði yfir íbúi í svona öflugu samfélagi eins og okkar að nýta og taka þátt í því sem að gerast. Menningin að blómstra og íþróttirnar líka, þó svo að frambjóðendur fyrir kostingarnar núna séu margir að tala að vanti hér og vanti þetta ýmislegt með betri íþróttaaðstöðu og rocksafnið á að vera þarna og hérna, en talandi til dæmis rocksafnið, þó ég ætla ekki að fara að spyrja þig mikið út í einhver einstök atriði síðastliðin 12 ára því þú ert nú að klára. Það er svona samt fristandi að lauma einn og einn spurning á því, eins og með flutningin á bókasafninu. Hvernig finnst þér svona, hvað tilfinningu hefur fyrir því hvernig það hefur tekist? Ég hef þá tilfinningu að það hefur verið góð aðgerð, tókst vel, við nýtum þetta stóra og mikla hús sem Ljómahöll miklu betur, það eru miklu fleiri sem kom inn á bókasafnið heldur en kom inn á rocksafnið. Aðsókn að rocksafninu réttlætti ekki þessa miklu fjárfestingu sem að það rými en nú verið að undirbúa nýja útgáfu af rocksafninu sem að var nú meiningin að opna núna í vor en það dregst eitthvað aftur á árið, kannski haust þannig að rocksafnið verður áform en það breytist aðeins en bókasafnið hefur vel heppnað mikið notað og þetta samspil Hljómahallar, tónlistarskólans, bókasafnsins og svona þetta hefur slípast ágætlega saman núna. Þú varst fyrsti formaður Hljómahallar ef ég man rétt, skipaður af þáverandi bæjarstjórn og bæjarstjóra. Já. Þannig að þú þekki málið líka eftir að fylgst með og Reykjanesbær að byggja Hljómahöll á mjög erfiðum tíma þegar hriktir í stóðum fjármála sveitarfélagsins. Þegar þú horfir aðeins tilbaka áður en þú ferði þetta starf og ert þarna sem óháður aðili sem að bæjarstjórnin þáverandi fékk því hvernig svona, þegar þú horfir tilbaka var þetta, að því að það kom alveg til greina að stoppa bygginguna? Hún var stöðuð. Já, hún var stöðuð við. Það var eignarhaldsfélagi Fasteig sem byggði þetta og við leigðum svo af þeim. Já. Það var planið en svo í þessari endurskipulagningu efnahags þá tókum við yfir og keyptum við allar okkar bygginga tilbaka, skóla og leikskóla og Hljómahöll og hvað þetta heitir allt. Þannig að bærinn á allar saman núna. Já. Og það bara gott. Já. Og byrjum við ábyrgð á þessu, þurfum ekki að treysta á að einhver leigusali sé að gera það sem hann þarf að gera. Var mikið átak að taka yfir fyrirverandi eignir sínar þessar stóra innviði? Já, það var heilmikið átak. Og bæði mikil vinna hafa lögfræði, ég var náttúrulega með frábært fólk með mér, Ásbjörn Eydin Jónsson, lögmann, og fleira gott fólk í því. Þórey Guðmundsdóttur sem þá var fjármálastjóri Reykjanesbæjar og svo nutu við aðstoðaraðkeyptra þjónustu frá lögfræðistofum í Reykjavík.
það þurfti að gera þetta sem að rétt og hérna við vorum lánsum, fengum gott fólk með okkur og þetta gekk. Var þetta ekki erfitt fjárhagslega? Jú, en þetta var nauðsynlegt. Já, sko leiguskuldbinding upp á mörg 100 milljónir eða marga milljarða á ári taldist vera skuld. Þetta kom illa í reikningi. Já, þetta bara var allt og mikið. Þetta var hluti af þessu rosalega háa skulda viðmiði sem að við vorum með og við þurftum að koma böndum á það. Af því að lög tóku nýlög gildi 2011 sem að sögðu að þetta ætti að vera undir ákveðnum viðmiði sem var 150% af tekjum og þetta var bara nauðsynlega aðgerð í því. Þegar þú lítur tilbaka að þennan tíma, getur þú nefnt eitthvað eitt og atriði sem að þú hefði viljað sjá fara betur eða þú hefði getað gert betur? Já, ég get fjölmörg. Já. Þetta hefur ekki allt gengið upp eins og við ætluðum, sko. En ég veit ekki hvort ég á að vera að týna eitthvað til í því, en sko, þessi miklumál í skólunum okkar, bæði Holtaskóla, Myllubakka, þetta byrjaði nú í Njarðvíkurskóla, svo erum við að taka í gegn leikskóla núna. Svona eftir á að hyggja, þá hefði sveitarfélagið, hvað sem að ég var hér eða í mínir forverar, þurfti að tryggja betra viðhald og eftirlit með þessum eignum. Þá ertu að tala um lengra aftur í tíma? Já, ég er að tala um það og við munum svo sannarlega læra af þessu. Það hefur verið að taka þessa byggingar í gegn, laga þær og líka stækka þær margar hverjar. Þannig að rúmi fleiri nemendur og ég held að þetta sé lærdómur sem að við tökum eða sveitarfélag og starfsmenn þess taka með sér inn í framtíðina, sinna þessu betur. Man hefur alveg heyrt umræð að það er maður ekki hissa á hvað þetta er búið að taka langa tíma og hvað þetta er búið að kosta mikla peninga og okkur hvort það hefði ekki verið hægt að gera þetta að hagkvæmari hátt, meiri viðgerðir ekki þurfa að endurbyggja svona mikið. En núna eru þau náttúrulega búin að fara í raun á annars stig í raun í gæðum eða ekki? Jú, það er rétt og skólarnir eru miklu betri heldur en þeir voru og sumstaðar sámaður þegar var búið að skafa innan úr veggjum og svona að það var bara þú gast komið sko hendi undir glugga og út hinum megin sko og þetta ringdi inn og blési innum þetta var bara ekki nógu vel gert upphaflega, þetta eru gamla byggingar og það var bara komið tími á þetta. Bara var komið tími á að taka þetta í gegn aðgengismál fatlara, við erum að bæta það í þessum skólum líka, bæta við lyftum og eyða pöllum þú veist, sem að voru í lagi á þeim tíma þegar þetta var byggt. Myllubakkaskóli stendur á lægsta bletti sveitarfélagsins. Það er ástæða fyrir það tjörn í skrúðgarðinum. Það er því að við erum í raun undir sjávarmáli og þarna var alltaf vatn og þess vegna var ákveðið að breyta því bara í tjörn. Og sama er með jörðina sem að Myllubakkaskóli stóð á og stendur á að það var bara alltaf blautt. Og auðvitað sogast þetta svo upp í veggina og skemmir en á þeim tíma þegar hann er byggður 1957 held ég, minni mig nei það er ekki rétt, hann var eitthvað fyrr að þú veist, þá höfðu menn bara ekki þekkingu eða vita á því að pæli þessum hlutum sko. Þú varst ráðinn sem ópólitískur bæjarstjóri, þú varst náttúrulega búin að vera taka þátt í bæjarpólitíkinni hérna áður sem bæjarfulltrúi og vara bæjarfulltrúi og en hefur þau verið ópólitískur? Ég myndi segja það já, ég hef getað unnið með öllum, bæði meirihlutum og minnihlutum, það er að segja frá mínum bæjarstjóri séð, ég finnst það alveg fundið fyrir því að minnihlutin hefur oft ekki alveg litið þannig á en ég hef reynt að vanda mig og bara vera bæjarstjóri allra bæjarfulltrúa og allra bæjarbúa. Þannig að þú ert ekki bara í liði meirihlutans? Nei, en auðvitað funda ég mikið með þeim og þeirra framkvæmdastjóri kannski meira heldur en hinna en ég hef ekki blandað sko pólitíkin, það eru mörg ára og löng áður ég tók þessu starfið, þá var ég hættur þá var ég ekki í neinu stjórnmálaflokki og var búin að segja mig frá því öllu saman. En eins og ég hef sagt við bæjarfulltrúana og hvernig tíma að þó ég sé ópólitískur,
þá er ég ekki skoðanalaus. Ég hef alveg skoðanir á málum og hef hygglust sko komið þeim á framfæri hafi mér þurft ástæða til þess. Nú sögðu 4 oddvitar frambóðana núna kosningafundi í Stapa í vikunni. Allir nema oddviti Viðreisnar að þeir myndu styðja ráðningu pólitísks bæjarstjóra. Allir eða flestir oddvitarnir vilja eða treysta sér að taka að sér starfi. Kom þetta þér á óvart? Nei, þetta er svona eins og í mörgu er þetta pendúll sem gengur, þú veist, hérna á milli, endana á milli og á einhverju tíma er það góð hugmynd að vera með ópólitíska bæjarstjóra, svo færist pendúllin yfir á hinna hliðina og þá vilja menn hafa pólitíska bæjarstjóra. Hvoru tveggja, eða bæði formin hafa kosti og galla sem að ég geti tíunda hér í smáatriðum, en ég ætla ekki að gera það. Ég er búin að vera 12 ár í þessu, áður var forveri minn búin að vera 12 ár pólitísku bæjarstjóri, þar áður var Ellert búin að vera 8 ár bæjarstjóri pólitískur og undan honum var náttúrulega Guðfinnur og Vilhjálmur báðir pólitískir. Já, þú veist, þannig að það er mjög löng saga fyrir pólitísku bæjarstjóra og ég held að menn hafa bara haft gott að því að gera allavega tilraun sem ég held að hafi heppnast bara mjög vel, ég finn ekki annað og ég finn það líka bara á mínu samstarfsfólki í Ráðhúsinu til dæmis sem að mörg hver eru sko og sérstaklega kemur þau upp núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, þá sér maður þessi andlit poppa upp hingað og þangað. Þetta fólk er náttúrulega í framboði og framboði og allavega, en þau eru samt að tala við mig bara sem sinn samstarfsmann sem að væri kannski ekki ef ég væri í einhverjum flokki. Þannig að þetta hefur sína kost og galla. En hvernig, nú ertu komið með þetta langa reynslu í þessu og forvindilegt að vita sem að ég myndi giska á að margir bæjarbúa myndu vilja vita. Hvernig vinnur þú sem bæjarstjóri með meirihlutanum sem að ræður? Hann er náttúrulega meirihluti bæjarstjórnar, stendur undir því nafni að þau ráða hvað er gert, minnihlutin í rauninni ræður engu og svo kom upp einhver mál sem að pólitíkin vill gera og þú ertu alltaf sammálaði sem að þau vilja gera. Má ég neita að svara þessu? Nei, ég veit þetta er erfið spurning. Ég er ekkit alltaf sammálaði en ég má ekki rugla mínum persónlegu skoðanu saman við sko starfið. Ef að mér er falið að bæjarstjórn eða meirihluta bæjarstjórnar einhverjum að vinna eitthvað verk, þá náttúrulega geri ég það. Það er bara hluti af Þau ráða oftast. En þau hlusta líka og áður en að eru teknar einhver ákvarðanir þá er ég oft spurður hvað finnst þér þetta ættu að gera þetta svona í hinsegin og ég hef alveg haft margsinnis input inn í það þannig að ég er ekki alveg áhrifalaus sko í þessu. Það er mjög áhugavert að skoða stöðuna núna á tímabilinu sem er að líða að megnið af tímabilinu þá eru oddvitar allra framboða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar konur og þú ert búin að vera að vinna mikið með oddvitunum sem eru konur. Og það hefur gengið vel. Það var næsta spurning. Ég hef mjög mikla langa reynslaði að vinna með konum. Ég meina, ég var í tónlistaskólanum í tæp 20 ár og þar var mikill meirihluti kennara og starfsmanna kvenfólk. Og ég vann í nokkur ár hjá Samvinnufélagi fyrir Landsýn, þar var mikill meirihluti konur og ég geti haldið áfram lengi að telja þetta upp. En ég kann mjög vel við það að vinna með konum. Þær eru öðruvísi en kallar, mikil ósköp og við erum öll einhvern veginn og þær eru eins og þær eru og við erum eins og við erum. Þetta hefur gengið vel. Fyrir 30-40 ára síðan þá var það bara nánast bara hér upp til frétt ef það var kona í bæjarstjórn. Já, sem betur fyrir hefur það breyst. Já. Og ég held að við getum gert betur í því að jafna svona hlutfall kynjana ef að við tölum bara karl og konur en svo er kynin orðin miklu fleiri sko. Ég held að séu 20 og eitthvað núna en við ætlum ekki að fara út í það. Já. Aðeins út í reksturinu því við voruð að skila ásveikningi á bæjarstjórnarfundi núna í vikunni
og hvernig í stuttu máli, hvernig gekk? Það gengi bara vel, já, bara mjög fínt sko. Við bæjarsjóður, aðhluti bæjarsjóðs með 440 milljón króna afgang sem minna heldur en ég hefði kosið en samt allt í lagi. Samstæðan með miklu meira og inn í henni eru þá bílhlutafélög eins og HS Veitur, Höfnin, Fráveitan og fleiri og það miklu betri svona afkoma í heildina litið þar. En það sem skiptir mestu máli í þessu að vera með jákvæða niðurstöðu og í þessu nýju sveitarstjórnarlögum sem ég var að tala áðan sem tóku gildi 2011 að þar ákvæði sem heitir jafnvægisreglan, skuldaviðmiðið 1, svo jafnvægisreglan sem segir að á hverju 3 ára tímabili þá verður að reka sveitarfélag í plús. Þannig að ef þú ert með mikinn mínus í 1 ár eða 2 ár, þá verður 3. árið að vera meira í plús heldur en hinn 2 árum voru í mínus. Þannig að á 3 ára tímabili sett í plús. Þetta hefur gengið algjörlega upp hjá okkur að gera og ég hef tekið það saman að hluti bæjarsjóðs á þessum 12 árum núna sko allir í plús og samstæðan líka. Þetta eru milljarðar í afgang sem að við höfum getað notað í uppbyggingu og við höfum getað greitt lán og greitt á lánum og bara rekið þetta með heilbrigðum hætti. Þið framkvæmduð, byrjuðu svona að framkvæma kannski eftir að reksturinn fór að lagast og þið voruð ekki að taka lán fyrir því öll? Ekki fyrst, nei, við vorum búin að safna í sjóð og fórum að stað í uppbyggingu bara fyrir eigið fé, það hefði gengið ágætlega. En svo þegar við þurftum að fara að spýta í og gera meira og stærra, þá kláraðist þetta eigið fé og við höfum þurft að taka lán núna til að fjármagna verkefnin sem ekkert óeðlilegt og það alveg skilningur og samstæðum það í bæjarstjórn hjá meirihluta og minnihluta. Síðast á bæjarstjórnarfundi í gær þá talaði oddviti minnihlutans fyrir því að þau ekkert á móti lántökum. Við skilja það að sveitarfélag þarf að taka lán og til þess að framkvæma og sérstaklega því íbúafjölgun búin að vera það mikil að við höfum ekki geta verið að dúlla okkur eitthvað í þessu sko. Við höfum orðið að gera þetta bara sem átak sko og klára málin og það kostar peninga. Þetta náttúrulega mjög sérstakt þessi íbúafjölgun sem náttúrulega búin að vera fordæmalaus eins og oft talað Sérðu hana áfram fyrir þér? Svona einhvern veginn? Nei, ég held nú ekki sko. Þetta aðeins verið að hægja á núna og sko það Ellert heitinn sagði alltaf þegar ég var í bæjarstjórninni með honum galda að kjörstaðan væri svona 1,5–2% fjölgun íbúa. Þá höfum við undan að byggja upp þjónustuna með en við sáum ár eftir ár 7, 8 og 9% fjölgun íbúa. Það var bara erfiður tími á sama tíma og við máttum ekki taka lána því við vorum í skulda innan gæðsalapa fangelsi sko. Við máttum ekki auka skuldir, áttum ekki pening fyrir verkefnunum. Þetta var mjög trikki, svo ég sletti nú, en þetta tókst. En svona 1,5–2% fjölgun íbúa væri óskastaðan. Þannig að innviðamál eins og leikskóla, grunnskólamál hafa verið mjög fyrirferðar mikil náttúrulega sem að fylgja þessari íbúafjölgun. Já. Þetta svona búin að vera stærstu málin. Svolítið. Já, ég hugsa ég geti sagt það og líka náttúrulega íþróttahús, ný íþróttahöll í Njarðvík, sundlaug þar, það hús allt, við erum ekki búið með það, sko, það ættir að byggja leikskóla hlutan af því húsi. Og á að vera svona hjarta í hverfinu sko. Og við höfum byggðum einn leikskóla í Drekadal, við byggðum 3. leikskólan í Aspalut, við tókum skólaveg 1 sem nú gamalt skólahúsnæði og breyttum því aftur, innréttum það aftur í sko, þannig að hendi undir 1 eða 2 leikskóladeildir sem eru þá útibú frá Tjarnarseli, leikskólan Tjarnarseli. Við erum búin að loka leikskólan á Garðarseli af því að það hús var bara skemmt orðið og var ekki boðlegt fyrir starfsfólk og börn. Þannig að það
liggur svo sem ekkert annað fyrir því húsi en að vera fjarlægt og rifið og líklega byggður þar leikskóli annar bara á þeirri lóð. Þannig að þetta heldur bara áfram. Við erum enn í innviða skuld, þó við séum búin að gera margt og mikið, þá erum við enn að elta skottið á okkur og erum ekki alveg komin á það stað sem við viljum vera og það þá nýrar bæjarstjórnar að gera það. Og íþróttahreyfingin segir að þið gerið alls ekki nóg. Nei, og það örugglega alveg rétt, sko. Og ég veit ekki neitt reyndar aðila, allavega í stjórnkerfinu, sem að þarf ekki meiri pening, fleira fólk, starra húsnæði. Ég hef ekki hitt það stjórnanda sem kemur til mín og segir, heyrðu, nú þetta alveg komið allt í toppmál, takk fyrir. Það er ekki meir. Það allir að biðja meira af einhverju, sko. En hverjar eru þá stærstu áskoranir sveitarfélagsins á næstunni? Það fyrir eftir hvernig hún lítur á það. Sko. Ég held að það sé til að ná utanum þennan mikla íbúa vöxt. Sko, 3/4 bæjarbúi núna á erlendu bergi. Það rosalega áskorun fyrir allt kerfið. Fyrir skólana okkar þar sem eru tugir tungumála töluð í skólakerfinu. Og þetta kemur bara til með að halda áfram og við þurfum að læra að vinna með þetta og vinna í þessu og sætt okkur, ef við getum orðað þannig, sætt okkur við það að þetta staðan og þetta bara samhljómur við það sem að gerast annars staðar í Evrópu að koma fólk alls staðar frá og blandast. Þetta verður stóra áskorun. Hefur gengið nógu vel að hjálpa útlendingunum sem koma hinga og vera að vinna, við erum að tala útlendingar sem að koma að vinna, mikið pólverjar og hefur tekist nógu vel að tengja þá, ef við getum nota það orð við bæjarbúa, við sveitafélagi, það sem í gangi. Við hefðum örugglega geta gert betur, þau gætu örugglega gert betur. En ef við horfum bara á Íslendinga hér fyrir á árum sem fluttust búferlum oft til Danmerkur eða Norrlandan eitthvað og Íslendingafélögin og þá þetta svolítið eðlið að grúpa sig saman með samlöndum og halda svolítið hópin. Og það ekkit öðruvísi. Hjá þeim held ég. Ég búin að tala við mikið af þessu fólki og mjög mörg og þau eru ánægð, þeim líður vel, þau vilja gjarnan mörg hver vera virkari í samfélaginu en þú veist, það bara tekur tíma og ég hef átt fundi og samtölu við sendiherra sumra þessara þjóða og þá tala þeir það og ég skil hvað að pæla þessu, ef ég spyr hvað getum við gert betur, þá segja þeir kenna okkar tungumál, kenna börnunum okkar þeirra móðumál, af því að þá auðveldara fyrir þau að læra íslensku, þeir eru orðin sterkur í þínu móðumáli, þá auðveldara fyrir að læra íslensku, en við höfum því miður ekki haft tök á því að vera með tugi tungumála fræðinga í öllum skólum til að kenna tungumál. Það bara ekki hægt. Þannig þau hafa fengið kennslu í pólsku og við höfum einkaaðila og svo höfum við bara verið að einbeita okkur að kenna þeim íslensku. Hefur þetta ekki verið gríðarleg áskorun fyrir kennara? Jú, starfsmenn skóla. Já. Gríðarleg áskorun. En börn eru yndisleg og þau eru fljót að læra. Þannig að þetta hefur gengið oftast betur en kannski maður hefði haldið. En það svo aftur samskipti við foreldra þessara barna sem að kannski eru líka ákveðin svona áskorun og þessi menningamunur. Þú veist, það ekkit sjálfgefið í öllum löndum að börn fari á hjólinu sínu bara á fótboltaæfingu eftir skóla, hverfi bara í 2-3 tíma. Komum svo aftur heim skælbrosandi og búin að hlaupa í klukkutíma. Það ein áskorun sem við erum í, það að fá börn á erlendu bergi til þess að taka virkan þátt í skipulögu íþrótta og tómstundastarfi. Og það ekki að því að börnin vilja það ekki. Það bara því foreldrarnir ekki vanir því að horfa bara til börnunum eitthvað út í buskan klukkan 3 á daginn. Þannig að það alls konar svona áskoran. Getið ekki sleppt yfir að spyrja aðeins út í svona atvinnumálin. Þetta náttúrulega svona málefnu sem eiginlega alltaf svona, hefur verið oftast bara efsta, svona það mál sem hefur verið efst á baugi fyrir hverja kosningar.
svona ef þú kemur með svona kannski stutta svarið, svona hver þín tilfinning fyrir svona framtíðinni hjá sveitarfélaginu og hérna svæðinu gagnvart atvinnumálunum. Við erum alltaf að tala það náttúrulega að það þarf meiri fjölbreytni. Já, og ég alveg þeirra skoðana líka. En það mjög margt í pípunum núna sem að vonandi verður að veruleika og getur þá auki fjölbreytni starfa. En það sem að okkar sérstaða hversu stór Keflavíkurflugvöllur af atvinnulífi hérna svæðisins. Hann sko meir en helmingurinn af öllum störfum beint eða óbeint í kringum flugvöllin. Og svo þegar hann dettur niður út af einhverjum stríðsátökum eða COVID-veiru eða eitthvað, þá bara lendum við í vandræðum. Þú veist, þá missir fólk vinnuna, það samdráttur, uppsagnir og allavega. En á sama hátt eins og gerðist þegar Vá og svo Play voru þegar Vá var að stakka hratt, að þá vantaði fólk alveg, þá þú veist, þá náðust ekki að manna öll störf. Og við erum svolítið þarna, svona sveiflumst upp og niður í þessu, og það sem okkur vantar meira úrval af stabilum störfum, eða þú veist, svona, sem ekki svona mikla sveiflur í eins og flugvöllurinn Og ég get nefnt til dæmis þetta risastóra fiskeldisverkefni út á Reykjanesi sem á eftir að skapa mörg vonandi vel launuð störf. Það eru mjög spennandi hlutir að gerast núna út í Helguvík og ef ég ætla að segja eitthvað eftirminnilegt þá það þetta kísilævintýri í Helguvík sem var náttúrulega rugl frá upphafi til enda. En það eru góðu hlutir að gerast þar og það eru fleiri fyrirtæki að leita til okkur og koma sér fyrir. Og ég mjög bjartsýnn fyrir framtíð þessa svæðis og atvinnulífs og íbúa. Að því þú myndist á Vá, Skúli Mósen eigandi Vá sagði við okkur á Víkurfréttum eftir kynningarfund eitthvað í Stapa að þetta var svona það bil sem að hann var að kynna frekari vöxt á Vá, fleiri flugvélar og hann sagði að Suðurnesin væru sætasta stelpan á ballinu. Eru Suðurnesin sætasta stelpan á ballinu ef við tökum þetta heilt yfir því að nú hafa frambjóðendur verið að tala að það sé frábært að vera og þau vilja að Reykjanesbær verði eftir sóttasti bær á Íslandi. Þykir ekki hverjum sinn fugl fegurstur, segir margir það. Fagur, jú. Já. Og já, ég held að Suðurnesin séu geta alveg verið það. Það náttúrulega rosalega tækifæri hérna í mjög mörgu, meðal annars út af nálæðinu við höfuðborgarsvæðið og lægra fasteignaverð hérna heldur en á höfuðborgarsvæðinu og flugvöllurinn og alls konar nýsköpun í tengslum við hann. Katego, Ísafía, Reykjanesbær og Suðurnesbær hafa kynnt áætlun sem heitir K64 sem að gerir ráð fyrir mikill uppbyggingu atvinnusvæða. Þannig að já, ég veit alveg hvað Skúli var að meina og að meina. Þannig að ég held að þetta sé alveg rétt. Talandi K64, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, hér hafa sumir frambjóðendur sagt að það væri eins og ríki í ríkinu og var að gagnrýna tilveru þessi rauninni. Ertu með skoðun á því? Já, ég skil alveg þá gagnrýni og ég var nú í stjórnarnum tíma. Ég held að félagið hafi verið rétt á sínu tíma að stofna þetta félag utan að það eignir sem að ríkið átti og á enn eitthvað. Þannig að það búið að koma öllu íbúðarhúsnæði í notkun. En það ennþá land sem ríkið á sem að félagin ber að þróa og það að gera það. En svo fer bara að líða því hvað á hverju að við höfum bara að taka þetta yfir, þetta verkefni. Þetta bara ásprúið reitt af hverfum Reykjanesbæjar. Ríkið á líka landið við Íþróttakademíun á milli Keflavíkur og Njarðvíkur. Það sem núna fyrirhuguð mikil uppbygging. Það verkefni heitir Akkerið. Það verslun og þjónustu og svona nýr miðbær. Æðislega flotta pælingar þar. Ríkið á líka land út í Njarðvík, alveg helling. Já, ég meina að það ekkert sveitarfélag á Íslandi sem að með jafn marga landeigendur innan sinna sveitarfélaga marka eins og Reykjanesbær. Það ríki stór hluti og svo fullt af einkaaðilum fjölskyldum sem að erðu land og eiga land
og þetta gerir þetta stöðu mjög flókna því að það engin lög til lóðarleigu, það ekkert hámark á henni, þannig að þetta svolítið vilda vestrið sko. Svona kannski áður en fer í persónuleg mál, svona sameining sveitafélaga, þú hefur alveg lýst því yfir að þú værir hlynntur frekari sameiningu. Já. Og þetta hefur náttúrulega aðeins komið inn á borð hjá þér og ykkur. Vogar og Suðurnesjabæir. Já, við höfum alltaf tekið vel í þær hugmyndir þegar til okkar hefur verið leita og ég þeirra skoðunar að þessi nyrðri hluti Reykjanesskagans, það að segja Reykjanesbær, Suðurnesjabær og Vogar ætti að vera eitt sveitafélag. Það svo stutt á milli, innin út í Voga, þetta svo stutt á milli. Talskverfi komið nánast inn í Voga. Já, næstu því, þetta séu bara örfáir metrar á milli sko. En þá það svo margt sko frá sjónarhóli, þá við erum alltaf stóri aðilinn í þessu og að vera, ef maður setur sér í spór minni sveitafélaga, þá skilja það að þau óttast að það verði öðruvísi að missi einhverja þjónustu eitthvað. En það eru mörg dæmi vel heppnaðast svona sameiningar á Íslandi og til dæmis sameining Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna á sín tíma. Það engin að kvarta undan því, það engin í mín eyru allavega að segja þetta var rugl, við ættum að spóla tilbaka. Ég veit að á þeim tíma þegar þetta var, þá voru einhverjir sem að töluðu þannig, en aftur svo ég vitni í Ellerteitin, vinn minn, að hann sagði alltaf að þetta mun taka 3-4 kynslóður að jafna sig. Og það held ég að vera hárrétt. Svona þess að þínu persónlega mál, en þú fyrst alls svakalega áskorun í rauninni þegar þú greinist með krabbamein í fyrra. Hvernig voru svona þín fyrstu viðbrögð og hvernig hvernig tekur maður þessu? Hvernig að sætta sig við þetta? Það erfitt. Þetta var áfall. Við höfðum því miður reynslu hjónin af því kona mín greindist með krabbamein fyrir rúmu 20 árum og það tók langan tíma og henni heilsast vel í dag og það allt í góðu fyrir að hann búin að vera með flensu en þetta var áfall en það ég með krabbamein í blöðruhálskirtli og það algengasta krabbamein hjá körlum eins og brjóstakrabbamein hjá konum en krabbamein í blöðruhálskirtli mjög mismunandi, getur verið mismunandi eftir alls konar þættir sem hafa áhrif á það í mínu tilfelli var þetta og komið aðeins út í bein hryggjarlið og rifbein og eitthvað svona þannig að það var ekki hægt að taka kirtilin í burtu eins og margir fara í sem lendi í þessu þá máli bara afgreitt þannig það virkaði ekki í mín tilfelli þannig að ég bara á lyfjum og lifi með því á meðan ég dóri þá ég á þessum lyfjum og reglulega eftirlit og það gengur vel og ég hef bara náða að sætta mig við þetta og vinna bara með þetta eins og þetta kemur fyrir og það gengur bara vel. Það hefur náttúrulega áhrif á allt, lífið og vinnuna og fjölskylduna. Já, það gerir það. Já. Þetta var ótti náttúrulega, maður var hræddur, hélt að maður væri að deyja og allt það. Og vissulega hefði það geta gerst, en sem betur verið uppgötaðist þetta og það komin mjög sterk líf sem að halda þessu niðri og ég tek þau bara hverjum degi og fyrir sprautur á 6 mánaða fresti og hitti læknir minn á 3 mánaða fresti og bara undir góð eftirliti sko. Getur þú komið með eitthvað hvatningarorð sem að til þeirra einstaklinga sem að lenda í svipuðum málum? Ertu búin að læra eitthvað svona? Já. Ekki loka þetta inni. Já, ég hef talað mjög opinskátt þetta og það hefur hjálpað mér og einhverjum sem að hlusta líka. Leita sér hjálpar, leita sér aðstofar, vera óhræddur í þessu tilfelli að fara til dæmis í ljósi. Ég fór í ljósi við Langholtsveg mörgum sinnum, fekk frábæra þjónustu þar, fyrirlestra námskeið og svona upplýsingar. Krabbameinsfélag Suðurnesja ekki reyndar með beint svona starfi, það líka hægt að fá aðstoð og svona þar og bara horfast í augu við þetta. Þú verður hræddur fyrstu vikuð á mánuðina
svo eftir sem þú ferð að læra meira og þekkja meira og skilja meira þá svona minnkar hræðslan óttin ef þetta ekki þeimun lengra gengið þegar uppgötast sko. Þá svona kannski bara loka spurningin, hvað er Kjartan Már að fara að gera eftir 12 ári í framlínu sæti Reykjanesbæjar? Já, ég er ekki hættur að vinna. Núna er ég hættur að vinna í einhverja mánuði og tek mér gott frí og hvíli mig bara og næ áttum. Hlaða batterín. En ég hef ákveðið það að bjóða ef að einhverjir sveitarstjórnarmenn, það er mikið nýju fólki, vill nýta sér að kaupa einhverja þá þekkingu eða reynslu sem að ég hef öðlast, þá er ég til í að selja þá þjónustu bara sem ráðgjafi eða verkefnastjóri eða eitthvað. Þú ert ekki alveg hættur að vinna? Nei, ég er ennþá bara með kraft og orku og til í þetta, sko. En ef að villingin kaupa þá þjónustu, ég er allavega ekki að fara að ráða mig í 8-5 fasta vinnu neins staðar. Ég ætla svona reyna svolítið að stýra því sem að eins og hægt er að geta stilt vinnuálagið því að krabbamenni hefur þau áhrif að ég hef ekki alltaf full orku, ekki alltaf, oft en ekki alltaf, þannig að ég þarf svolítið að geta stilt það saman. Ein bara loka spurningin er svona stemmingin, hvernig upplifir núna stemminguna? Það er stutt í kosningar og þú búin að vera lengi tengdur bæjarpolitíkinni og hvernig svona upplifir þetta núna? Ertu að fylgjast með? Já, aðeins, ég er ekki að mæta á framboðsfundi eða lesa mikið, ég ákvað það bara að halda mig frá þessu aðeins. En þetta er pendúll eins og margt annað, þetta gengur svona fram og tilbaka og stemningin er held ég fín og það er sama við hvern ég tala af þessum frambjóðandum, þeir eru allir bjartsýnir á gott gengi síns flokks og þetta er allt gott fólk og ég held að nánast skipti ekki máli hver af þessum taka sæti í bæjarstjórn Reykjanesbæjar að það fólk er alltaf að gera sitt besta og vinna fyrir sveitarfélagið og fyrir það að eigum við að vera þakklátt að einhverju gefi síta því að þetta er ekki auðvelt starf þú veist og þetta er illa launað að vera bæjarfulltrúi mikill tími sem fer í þetta og við höfum bara að þakka þessu fólki fyrir að gefa kost á sér. Er stutt í það að bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar verði í fullu starfi við það? Nei, það er ekki stutt í það. Það er langt í það. Það er langt í það? Já. Þá eru menn komnir eitthvað út fyrir ramman, sko, ef það á að fara að gera það þannig. En við höfum verið heppin á þessum tíma að vera með fólk sem að hefur ráðið sér svolítið sjálft og mörg hafa eða einhver hafa unni hjá sveitarfélaginu og notið skilnings á því og svo eru einkaaðilar og jafnvel einhverjir sem hafa verið hættir að vinna að gefa þessu tími í þetta. Þú getur verið í þessu allan daginn ef þú vilt sko, en það er ekki meiningin, þetta er bara áhuga mennska þannig og hlutastarf og í 25.000 manna sveitarfélagi eins og okkar þá er þetta ekki fullt starf. Ef að menn eru búin að koma sér í þá stöðu að þetta sé fullt starf þá eru menn bara búin að taka mikið að sér sko. Glæðislegt, takk fyrir spjallið og gangið vel Kjartan Már. Já, takk fyrir.